Stígur Helgason, fréttamaður á RÚV og Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður á Heimildinni. Yes. Einhvern tíma kallaði ég ritstjóra Heimildarinn og þú stoppaði mig snarlega af. Já, ég ber ekki þannig ábyrgð, sko. Nei, ég ætla samt að hafa það að ég væri alveg til í að sjá þig í þeim stóli, en þú vilt það ekki, ég ætla ekki að... Ég aðstoðarritstjóri, þannig að ég læt það duga. Ok, aðstoðarritstjóri. Stígur, þú ert líka stýra allri kosningaumhyllun RÚV fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Já. Og það svona alltaf mesta pressan á RÚV að sinna öllum jaft og sjá til þess að allir fá í svona sama plattform. Hvernig gengur að púsla þessu? Það er verkefni. Já. Nei, það gengur í sjálfu sér bara fínt. Það, þú veist, gefur auðvitað að við erum ekki að fara að sinna öllum á landinu jaft. Ég meina, þú veist, bara spoiler alert, sko, við munum fjalla meira kosningarnar í Reykjavík heldur en í Árneshreppi. En við erum samt að reyna að sinna öllum svæðum á landinu eins og kostur sko. Farin að staða með svona 8 umræðu þætti í 21 sveitarfélagi sem bara dálítið mikið, það eru 90% landsins rúmlega. Og ég nú búin að vera að atast í því núna síðustu daga að semja spurningar fulleringar í svona kosningapróf sem við ætlum að bjóða upp á. Já. Sem á að vera sko niðurbrótið á sveitafélög, þannig að þú velur eitt sveitafélag þú fer að stað og þá færðu spurningar sem eru sérsnýrðar að þér. Þetta er líka býsna mikið verk, sko. Okay. Maður að reyna að finna 4. spurninguna fyrir Súðavíkurhrepp, sko. Já, akkurat. Það er svona... Það er nóga spurningu fyrir Súðavík. Já, þú veist, algjörlega, enda gengur þetta, en þú veist, þetta er... Þetta er smáflókið. Já, þannig að þú veist, það er þetta er alveg vinna. Ok. Og svo alls konar annað sem við ætlum að gera, fara landið og heimsækja hinn og þessi sveitafélög, minni og smærri. Fá ykkur San Pellegrino, það er samstagsaðri minn af samt TM með auka krónurnar og Jusk og A4. TM, fæ ég afslátt af tryggingum? Já, ef þú spáir rétt á eftir. Ok. Þá fara líka kassa San Pellegrino og innegn í Jusk og A4. Gekkja. Egnar þess að þú geggjaði spámaður. Já, þetta gekk vel í síðasta hlaðvarpi sem það varst, bakherbygginu. Já, var ég ekki með bestu spána? Jú. Ég ætla bara, minnast ég vissi það alveg, sko. Ég vildi bara draga fram. Hvernig og ég ætla að leyfa þér að spá á eftir, en svona, það er 3,5 vika til kosningar. Já. Hvernig er þetta teiknast upp í borginni? Hvernig er þetta þróast? Sko, ég fannst þetta alltaf athyglisvert þegar Sjálfstæðisflokkurinn sem að virtist vera á smá siglingu, svona allavega fram á þetta ár og aðeins dreiðist niður í fylginu, fór á stað með kosningaslagorðið strax D og tala í auglýsingum að það sé ýmislegt sem hægt að gera strax. Ég er búin að skoða vefsíðuna þeirra og ég sé ekki einustu tillögu eitthvað sem á að gera strax. Þannig að ég veit ekki alveg, sko, ég held að þetta sé vandinn sem að eiginlega allir þessi flokkar eru í, er að sko vandamálin sem við erum að standa fram fyrir í okkur svona daglega lífi, og sveitarstjórnarkosningar snúast náttúrulega meir daglegt líf heldur en þingkosningar, þar sem við erum að tala einhverja stórmyndina og samskipti við útlönd og eitthvað, er að sko þú leysir ekkert umferðarþungan bara strax með einni ákvörðun. Þú veist, þetta er bara heljarna verkefni og erum að samgöngu sáttmálin sem að er umdeldur í borginni en virðist vera þokkalega óumdeldur alls þar annars þar í kringum Reykjavík í nágrannasveitarfélögunum og búið að skrifa undir einhverja 2 útgáfur af þessum samningi og búið að vinna þessu lengi að þú veist, sýnir bara fram á að það er rosalegu prósess að leysa umferðarmálin. Þú veist, það er enginn sem að leysir það með einhverju einu loforði sem hann slengir fram fyrir kosningar. Einar Þorsteins náði töluverðum árangri síðast fyrir Framsókn með því að einmitt svona láta í það skína að þetta myndi allt breytast ef myndi kjósa Framsókn og margir sem að kusu Framsókn bara þvílíkur kosningasegur. En svo fór fylginu alltaf bara í skrúfuna þegar kemur í ljós að þetta er bara alltaf erfiðara heldur en að segja það. Og þegar út í með mörgum flokkum í meirihluta. Já, og þú veist... Það er eitt og hitt er sko hversu hratt hefur geta unnið að þessum breytingum, jafnvel þóttu verið einn sko.
Já, ég meina, þú veist, það ekki allt frábært í Garðabæ, þú veist, það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið einn í meirihluta í, sko, ég veit ekki hversu lengi, það aðeins að síga svona ógæfu hliðinni á þeim, þau eru mjög nálægt í að missa hreina meirihlutan síðast, hefðu nú örugglega náð að mynda meirihluta með ykkurum, en það hefði verið heldur betur sagði það hefði verið óvænt, já. Og svona það sem maður skynja núna í Garðabænum að það geti allt eins gerst þá núna að þeir missi þennan hreina meirihluta. Þannig að já, það ekki bara það að sé fjölflokka meirihluti, heldur bara þú veist, vandamálin bara stór, tekur langan tíma, sjáum það núna, þú veist, að fasteignamarkaðurinn að kólna og ég held að sé í viðskiptablaðinu í dag það sem að sko formaður eða framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins að benda og það skapar vandamál eftir sko 3 ár. Bara ef að byggingaraðilar eru að halda sér höndum núna, þá það ekki eitthvað sem að við finnum fyrir strax, heldur bara í lok kjörtímabilsins sem að hefjast, sko. En menn að skuttlast í alls konar lofur núna og það eiginlega skiptir ekki máli hvaða flokkuð það mann finnst svona eins og allir noti orðið breytingar með einhverjum hætti. Það þýðir að fólk einhvern veginn sama hvaða flokkuð það búin að fá nóg með einhverjum hætti og vilji breytingur. En hversu langt á milli flokka akkurat í þessu? Ég meina, ég var að renna yfir þessar kosninga áherslur sem að Samfylkingin var ansvar að kynna helgina og Viðreisn hins vegar í gær. Og það nú ekkert augljóst þegar maður skímar yfir þetta sé 2 ólíkir flokkar, sko. Nei. Og ég held að séu bæði svona efst á blaði hjá báðum eru börnin. Hvenær hafa þau ekki verið eitt af kosningamálum? Eitthvað svona smá áherslumunur. Báðir flokkar vilja einfalda regluverkið í borginni, draga á flækjustigi, koma á fót einhverju aðeins millilega lausara samtali borgaranna og fyrirtækjaeigenda við eitthvað fólkin í kerfinu og svona. Og þetta líka mjög ofalega á blaði hjá báðum flokkum og þetta svona En veltum að það ekki fyrir sig sko annar flokkurinn sem búin að vera partur á þessu og hefði geta einfalda bara miklu fyrr og hinn sem að búin að standa á hliðarlínni og teli sem þetta breytt. Það náttúrulega Viðreisn í svolítið erfiðri stöðu sko, af því að það mjög flókin staða fyrir Viðreisn. Af því að Viðreisn nýst í út úr þessum meirihluta sko. Hún var í þessum meirihluta síðast fyrir ári síðan, rúmu. Já, og kjörtímabili þar á undan og áður en að Viðreisn verður frambúð í borginni að það var náttúrulega björt framtíð og bestiflokkur, þú veist, þetta allt nátengt. Þannig að núna Viðreisn í Reykjavík þeir stöðu að distansera sig einhvern veginn frá Samfylkingunni sem að voru bara sko samloka í mörg ár þanga til fyrir rétt rúmu ári og það sem meira að sko flokkarnir í flestum af þessum stóru sveitafélögum hérna í kring eru Samfylkingin og Viðreisn saman í minnihluta og maður heyrir það í einhverjum svona umræðu þáttum á Kópavogi, Hafnarfirði. Þar eru þessir 2 flokkar voða samstiga sko, gegn Sjálfstæðisflokki og Framsókn til dæmis. Og allt í henni Viðreisn í Reykjavík að reyna einhvern veginn að mála sig upp sem eitthvað mótvægi við Samfylkinguna og þetta auðvitað flókið þegar maður sé þetta líka í gegnum allt kjörtímabili eins og Alsteinn bendir á með Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þolir ekki samgöngusáttmálana meðan sjálfstæðismenn í öllum hinum sveitafélögunum að kveitta upp á hann sko. Þetta verður allt svo mótsagnakennt. Já, en þá veldur maður fyrir sér sko eins og það að Viðreisn og Framsókn í rauninni ganga út úr þessu samstarfi fyrir ári síðan geta nýtt sér það bara eins og Einar hefur sagt ég ætla aldrei að vinna með Samfylkinguna því að þetta sko, eins og hann hafi gengið bara inn í allt og flókið samstarf og Viðreisn svona pínlítið að koma inn að það líka við erum sammálaði við hefðum jafnvel átt að fara fyrir út mennfættin að nota þetta gagvart þessum Já, þau eru klárlega að reyna að nota þetta en sko það sem náttúrulega flókið að sko stærsti minnihlutaflokkurinn í borginni búin að vera margklofin allt kjörtímabilið og það eru, þú veist hvað, það eru 2 borgarfulltrúar og 1 varaborgarfulltrúar sem eru bara gengin í annan flokk. Þannig að það ekki eins og Einar hafi verið í þeirri stöðu að geta bara einhvern veginn hoppað inn í eitthvað annað rosalega gott samstarf. Já, hann sagði að þetta hefði munað einhverjum klukkutíma. Já, en sko það samstarf
það ekkert sem að bendi til þess að það samstarf hefði verið gott samstarf, hann hefði kannski mögulega getað náð að mynda meirihluta og hann hefur talað þannig og ekkert, ég hefast ekkert það að það hafi eitthvað gerst á síðustu stundu, hann hefði aldrei slitið þessu ekki með neitt í höndunum en ég ekkert vissum að það samstarf hefði endilega unni með Viðreisn eða Framsóknarflokki og hvað þá Sjálfstæðisflokki þetta eina ár sem þeir höfðu já, eitt ár, þú ert ekki að fara að gera neitt þannig þú ert bara einhvern veginn að halda sjó passa að það fari ekki allt í fjandans bregðast við eða hefði komið annar heimsfaraldur, skilur þá hefði kannski þurft að bregðast eitthvað við og mögulega díla við þessar óanauðrættir í Sjálfstæðisflokknum sem síðan á endanum yfirgáðu flokkin Já, og það hefði ekki verið hægt að koma út úr þessu þannig að allir væri sáttir þannig að það hefði verið mjög erfið staði líka En kjósendur í einhvern veginn ómögulegri stöð það kannski ekkit nógu afgerandi við erum að rífast borgarlínu og við erum svona búin að þrengja einhvern veginn við Suðurlandsbraut og starfsmenn þar og af því að þarfir okkar einmitt eins og við talaðum ólíkar við erum að hugsa annað hvort börnin okkar eða komast á milli staða eða bara einfalda lífið eða börnin okkar komast á milli staða já eða það og þá hugsa maður hversu snýst þetta bara einstaklinga á endanum að það sé einhver leiðtogi í einhver flokki sem maður hugsa með sér þessi mannski skilur mig ég tengi við þessa mannski Ég held að geri það mjög oft, ég held að flestir séu svona með eitthvað smá spektrum af flokkum sem þeir gætu mögulega hugsað sér að kjósa. Sérstaklega þegar flokkarnir eru allir á mjög þröngu spektrumi. Þú ferð kannski ekki, það kannski margir sem að hugsa ég kannski ekki að fara að kjósa miðflokkin, en þú veist ég gæti hugsa með næstu flokka við hliðina á. Og þá fyrir þetta snúast rosalega mikið hvaða persóna þar höfðar mest til þín. Já. Hver kemur sínum boðskap skýrast og best á framfæri í alls konar passportsumræðum og kemur best fyrir í auglýsingum og í sjónvarpinu. Við sjáum að bara ég held að besta dæmið það hvaða áhrif svona passportsumræður og umræður í sjónvarpssal skipta miklu máli eru forsetakosningarnar. Það er náttúrulega ekki klassist hægri vinstri en þegar við á heimildinni fórum að stað með kappræður forsetaframbjóðanda þá byrjuðum við á því að skipta þessu upp eftir fylgi, þannig að efstu 4 voru saman, svo næstu og svo næstu og Halla, þú veist, hún komst ekki í fyrsta hópin, og svo bara endur hún á því að vinna þetta og svona þokkalega þægilega. Já. Þannig að það, þú veist, stutt í kosninga, ég held að sé núna sem að fólk fer einhvern veginn að svona skera úrum, það er engin munur á Viðreisn og Samfylkingu þegar kemur að stefnumálum, þú veist, svona breiða myndin, jafnvel Sjálfstæðisflokkurinn, þú veist, þetta er ekkert svona mjög stórt spektrum en hver af þessum leiðtogum líklegastu til þess að bara gera það sem hann segist alltaf gera. Það einhvern veginn ekki mikill munur á Einari, Björgu, Hildi, þetta svona, og Pétri. Þetta fólk einhvern veginn sem geti bara verið mögulega í sama flokknum að einhverju leyti. Geti verið sama manneskjan. Þetta geti verið sama manneskjan. Hvernig, er það að þvælast fyrir þeim eða, þú veist, vantar þetta svona meira afgerandi? Já, ég held að einhverju leyti sé að mögulega pínulítið að þvælast fyrir þeim, Hvað þau eiga að gera til þess að marka sér einhverja sérstöðu, Ég held hins vegar að það gæti alveg verið þægilegt að mörgu leyti eftir kosningar að þau séu mikið til nálægt hvort öðru í skoðunum og það auðveldar ýmislegt upp á mögulegt samstarf eftir á en svona ég skynja það alveg að þau átti sér ekki alveg á því hvað þau eiga að gera til að skera sig úr. Nei. Mér finnst svona eins og Pétur sé ekki alveg, hann ekki svona einhvern veginn búin að innlima sjálfa sig inn í Samfylkinguna. Stundum finnst mér eins og hann sé svona í einhverju óþæginda móti að ef hann fengi bara einhvern veginn einn að stýra þessari kosningabaráttu þá myndi þetta mögulega hljóma öðruvísi en hann þarf að taka meira tillit en aðrir. Ég held að að fylgistölur Samfylkingarinnar sýni þetta alveg því að Heiða þrátt fyrir að hafa mælst svona bara sögulega óvinsæl sem borgarstjóri að þá var flokkurinn að mælast með upp undir 30% fylgi meðan hún var leiðtoginn. Svo
svona valdastruktúrun í samfélkingunni þannig að það hægt að skipta borgarstjórunum út og vinnur prófkjör með bara svona afgerandi hætti engin alveg með á hreinu hver munurinn að þeim að fyrir hvað Pétur stendur annað heldur en að hann vill byggja í Vatnsmýrinni það það sem hann talaði mikið og svona en svo hann einmitt bara svona þokkalega líkur hinum leiðtogunum sem eru í minnihlutaflokkunum sem að þó að það sé erfitt eins og Stígur að benda á fyrir Viðreisn að ætla að skapa ykkur fjarlægð á milli sín og meirihlutans að þá eru þau samt ekki í meirihluta þau eru ekki með borgarstjórastólinn og geta allavega sagt að við erum til í eitthvað nýtt, við erum til í eitthvað annað samstarf ekki með samfélkingu endilega og þá fylgir einhvern veginn að síga og það sem að gerist líka að fylgi samanlagt fylgi VFG og vorstu vinstri og sósíalista og eitthvað inn í þessu nýja batteríi sem heitir bara vinstrið sem við getum alveg tekið sérstaklega umræðu hvað það vont nafn en það fer að rísa og verður miklu hærra heldur en fylgi þeirra í sikkura lagi þegar það skapast þetta tóm ég held að sé, við þurfum ekki að kalla til eitthvað stjórnmálafræðing til að leggja mat á það að Heiða miklu vinstri sinnaðri heldur en Pétur og þú veist En hún einhvers konar dragbítur þú veist og það kannski ósangjart því að þetta að nefna það þannig en hún partur af þessari fortíð og þessari arfleið sem að mikið verið að tala niður að einhverju leyti og situr núna í öðru sæti flokkurinn hafnaðinni og einhvern veginn svona í aftursæti horfandi yfir öxlinn á Pétri er þetta erfitt fyrir flokkin? Ég held að sé örugglega mjög dýrmætt fyrir þetta fólk sem í frambúði fyrir samfélkinguna að hafa manneskju sem er með þekkingu og reynslu af kerfinu til þess að taka stundu slægi og bara uppfræða þau það er margarna sem að kunna ekkert mikið á þetta en þetta svona utanfrá séð pínu ankannalegt að þú veist heyra Pétur tala að það þurfi breytingar í borginni þegar manneskjan í öðru sæti á eftirlunum listanum borgarstjórinn í borginni þetta auðvitað hálf kjánalegt og það gefið og fyrir vikið virðist hann ekki hafa frelsið einhvern veginn til þess að það eins og hann sé píndið að rítskoða sjálfan sig þegar hann að tjá sig mála einhver lit en það væri samt líka mjög skrítið eftir næri 20 ára valda setu að þá ætlaði samfélkingin einhvern veginn að fara einhvern veginn að bakka frá veist, því sem hefur verið gert og þú þarft ekki að vera þú veist maður getur alveg hort sangjant á það að séð að borgin hefur breyst mjög mikið og í flestum tilvikum getum við sagt að borgin sé betri núna heldur en fyrir 20 árum bara þó, þú veist, ástæðan fyrir að það er allir að tala bílastæði í miðborginni þrátt fyrir að það hafa aldrei verið fleiri að því að það hafa heldur aldrei verið að margir í miðborginni og þú veist, íbúð uppbyggingi á sumhúsin eru alveg ferlega ljót en þú veist, viljum við kerfið það sem að Reykjavíkurborg og ykkur embættismenn þar gefa álitið að hanna húsin, ég veit ekki Nei, þeir eru reynda með sterkar skoðanir á því Já, það hafa sterkar Hvernig þau að vera Ég bara segja, þú veist, þannig að mikið af uppbyggingu sem átt sér stað bara vel heppnuð og geggjuð en eðlilega tölum við það sem að gegg ekki vel af því að það þú veist, út fyrir normið, við viljum að gangi vel og þess vegna þurfum við að gera eitthvað í svo og kjósa og stemma ykkur í breytingum og okkur svona en já, það er erfitt fyrir samfélkinguna saman hvort þessi Pétur eða Heiða eða eitthvað að segja bara, við þurfum að breyta af þessari leið það er alltaf gaman að því að maður sem Bibbi Mortens sem býr út á Seltjarnarnesi ef ég man rétt hann fór að tala að miðborgin væri honum ljót og hefði bara breyst til hins vera og það kom alveg haugur að liði inn á síðun hans og sagði að þetta væri bara della, hann var í miklu falleri og svo byrjuði bara hann að heita umræður og maður hefur á tilfinningunni að ef við erum farin að kjósa þetta að þá er þetta auðvitað tilfinning og auðvitað má maður bara hafa tilfinningu en er þetta á endanum einhvern veginn að við þurfum að sjá betur hvar eru gæðin, hvar hafa þau vaxið erum við alltaf að fókusera á miðborgina sem slíka vegna þess að það er ekkert upphá og endir alls hjá íbúum í öðrum hverfum hvernig svona erum við bara meira á þessum tilfinningarlegu nótum? Já, það er góð spurning ég
verður þetta eitthvað var við þessa umræðum að þessi borgin sé að verða ljótari að því að það sé byggt svo mikið að ljótum húsum en þú veist, ég held að það sé samt svolítið sammála aðstæðinni, það er kannski pínu ósanngjörn umræða, það bæði mismikið í höndum borgar yfirvalda stjórnast í því ég hef reyndar alltaf hatt úr skoðun að það er að stjórna því en meira en geftir hvernig byggt já. Ég hef mína persónulegu skoðunar á því sko. en það séum við sko að því að þannig kannski vandi stjórnmálmanna núna 3 vikum fyrir kosningar að breyta einhverju í umræðinni og mér finnst eins og Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn mér finnst eins og þau mæti svona glaðari til leiks, bjartari og segjum bara okkur alveg skýtsama að kannski þetta flókið en við ætlum samt að vaða í verkin það kannski bara grunnurinn að við trúum því að við ætlum að bretta upp ermar og gera eitthvað þó það sé flókið Já, þú veist, gæti verið það sko en bara eftir einhvern veginn allt sem að undan er gengið þetta ekki fyrstu sveitarstjórnarkosningarnar þú veist, eða borgarstjórnarkosningarnar þar sem við erum að tala breytingar þú veist, bara aftur, Einar vann bara stór sigur á því að segjast alltaf breyta eiginlega bara einhverju og það gekk ekki eftir ég ekki viss að það sé mikið sko þól fyrir því að heyra bara herðu nú ætlaðu að bretta upp ermar og fara úr jakkanum og fylla þessar hólur eins og miðflokkun hefur gert ég hefði alveg áhugaði að heyra í einhvernum Malbygg sérfræðingi hversu vel þeim tókst að fylla upp í þessa hólu sem þau gerðu á TikTok en allavega þú veist, þú þarft að hafa líka eitthvað trúveruleika sko í því að geta gert einhverja breytingar af því að eins og með samgöngusáttmálann erum ekkert þú veist, það er búið að skipuleggja höfuðborgarsvæðið út frá því að borgarlína sé að fara að koma að samgöngubætur fyrir einkabíla fari eins og áallega er í samgöngusáttmálanum þú veist, þetta helst allt í hendur það er ekkert sko saman hversu mikið mér þykir vænt að geta kert í báðar áttur á Suðurlandsbraut eða eins og einhver hefði gert reiknað út sko efnaðarslegt framlag fyrirtæki við Suðurlandsbraut sem er sko geggjað konsept að sé hægt að gera fyrir einstaklega götur en sko það þýðir ekki að við getum bara rifið samgöngusáttmálann upp og hent honum í ruslið og sagt bara, herðu, borgarlína hingað ekki lengra, þú veist hvað ætlum við að gera? Við getum ekki látið vegakerfið vaksa 3-5% ári eins og umferðin, einkabíla umferð gerir, þú veist, og það er ekki trúverðugt að mæta til leiks með það, sko. Þannig að ef þú segist alltaf að vera, þú ert ógeðslega glaður, en þú ætlar að taka allt úr sambandi sem búið að vinna það síðustu 15 árin, ég er ekki viss að það fljúi fyrir nema mjög afmarkaðan hóp. Og að við sjáum til dæmis bara sko, fylgistölur miðflokksins sem er hvað mest afgerandi í þessu og hann kannski að stóðum hluta ástæðan fyrir því að 2 borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar gengu úr Sjálfstæðisflokknum í miðflokkin, stuðningur við samgöngusáttmála og borgarlínu og okkar borg og góðan daginn frambóði sem að er að tala þessum nótum. Það er ekki, þó að þessi gjarnan tala að miðflokkurinn sé okkur flugi, það er ekki einhver massi fólks á bakvið þetta. Við erum að tala innan við 15%. En sko, og þarna verðist einhver afmörkun vera að einhver sem að er einhver flokkur sem ákveður bara við ætlum að fara gegn þessum sáttmála eða viljum breytingar á borgarlínu og einhver slíku og þá veldur maður líka fyrir sér sko bara það að vera afgerandi, bara það að vera fastur fyrir, bara það að vilja stoppa eitthvað þú ert búin að ná í einhver 15-20%, það dugar oft í einhvern hóp. Já, það er alltaf einhver hópur sem er til í þannig málflutning og ég held svo sem að þessi hópur sé aðeins stærri því að hluti hans kýs náttúrulega líka Sjálfstæðisflokkinn en sko og svo má náttúrulega ekki gleyma því að það þarf ekki mikið til að komast inn í borgarstjórn sko. Nei, þú þarf bara eitthvað 4,1-2% og þá ertu komin inn þannig að já, það getur alveg klárlega að virka fyrir einhver frambóð að hafa hátt og vera bara með svona afdráttarlausustu yfirlýsingarnar við ætlum að stoppa eitthvað hversu raunhæft eða óraunhæft sem það kann að vera það gæti alveg fleytt þér inn með 1-2 menn sko og það er stórsigur fyrir summa og stórt tap fyrir aðra Já, en svo hvað ætlar að gera við það sko? Það er ekki það að ég hafi svo sterkar skoðunir á að
samgöngusáttmálinn eigi fram að ganga óbreyttur sko, en það er svo margt sem að er búið að hengja á hann, það er svo margt sem að er á þessu, að sko þó sett með slagorðið bara að gera hlutina strax sko, þá ertu ekki að fara að leysa upp samgöngusáttmálan bara strax, þú veist, það þarf bara svo mikið effort sem myndi segja sko, það er búið að samþykkja þarna 140 milljarðar frá ríkinu inn í þessu samgöngur og einhverju myndi segja sko ef það er búið að setja svona hlutfallslega stóra upphæði í eitthvað sveitafélag, það myndi aldrei fara að rífast eigum að nota hana pening, við notum hann og þiggjum hann, af því þetta er svo stórt hlutfall af þessu. Erum við einhvern veginn erum við bara að skemma fyrir okkur vegna þess að þetta er líka inn í framtíðina og það er ekkert það mikið sem að mun breytast á þessu kjörtíðum eða á nýju kjörtíðumabili í þessum málum. Er búið að draga umræðinni frá í rauninni þeim raunverulegu þörfum sem blasa við okkur í átugum? Ég myndi segja það, já. Þú veist, af því að þú, sko, það sem að við erum að rífast hvað helst eru atriði sem að taka rosalega langan tíma í framkvæmd og eru löngu byrjuð. Kostnaðar samgöngur eða uppbygging og skipulega nýra hverfa, þú veist, það eru allir orðnir sammála því að það er að brjóta nýtt land. Þú veist, þéttingastefnan, sko, já, það er hægt að segja hún hafi beðið skipbrot eins og sumi vilja eða aðrir bara, þú veist, við erum búin að þétta, búið að klára þéttingareitina og það verið að fara ný hverfi, sko, og það verið að reyna að finna einhverja átakafleti sem að hafa ekkert með mitt daglega líf að gera. Þú veist, það kannski helst bara ég á börn í skóla og ég er að skólakerfi fungeri, sko. Það er kannski einhver átakapunktur sem er klárlega til staðar sem að er hægt að fara í, það er hægt að fara í endurskipulagningu á því hvernig skólarnir í borginni virka eða skólarnir í hinum sveitafélögunum virka. Þú veist, það er hægt að fara á ráð og kennara, það er hægt að fara í húsnæðisuppbyggingu, það er hægt að breyta einhvern kerfinu í samtali við ríkið eða fara í eitthvað Reykjavíkur modell eða Kópavogs leið og í leikskólamálum og veist, það er að breyta svona hlutum og það er gert nánast með einu pennastrekki þetta ígjur en samt. En er pláss fyrir einhver hægri vinstri sko hugmyndafræði í borginni? Af því að mann finnst eins og við þurfum svona að leita meira að lausnum, öllum lausnum. Það má þetta segja sig að einhverju leiti pínlítil hægri vinstri hugmyndafræði til dæmis í þessum leikskólamálum það kemur að einmitt þessu, þú veist, á að hvetja foreldra til þess að stytta vistunatíma, vera meira heima gegn því að borga minna eða jafnvel fá greitt fyrir að vera heima eins og miðflokkurinn vill ég meina fólk sem er svona feminist í hugsun það er mjög andsnúið þessari hugmyndafræðaldri þú veist, þarna er alveg svona að einhverju leiti klassísk hægri vinstri átaka lína til dæmis þú veist, erum við að íta konum aftur meira heim til sín og út af vinnumarkaðnum í einhvern tíma eða þú veist, láta þær minnka sitt vinnuhlutfall eða erum við bara að auka frelsi fólks til þess að velja það hvernig það hefur hlutina Svo náttúrulega líka bara rekstur borgarinnar, það er náttúrulega alveg bara, þá erum við komin í grunnadrið vinstri og hægri stefnu og hvort það er að selja sko eignir borgarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn reyndar á landsvísu lagði upp með helgranna planum sölu ýmissa eigna, það sem að orkufyrirtækin voru undir. Ég meina Sjálfstæðisflokkurinn í borginni hefur lagt það til að selja eignir sem að tilheyra orkuveitunni og þeir sem að eru kannski á hinum endanum hafa þá verið að reyna að hringja einhvern viðvörunarbjöllum kemur til greina að selja bara orkuveituna. Það er náttúrulega þvílíkir peningar sem eru þar undir og þá erum við bara, þú veist, komin í þessu umræðu. Ég meina og vinstrið, kannski sérstaklega og sósíalistaflokkurinn hefur, þú veist, talað fyrir því að borgin ráðist sjálf í uppbyggingarhúsnæði sem að höfumberum þá eiga. Einar nefndi það nú einhvern tímann að stofna byggingafélag Reykjavíkurborgar en þar var hann svona augra byggingaverktökum meira og segja bara ef þið gerið þetta ekki þá gerum við þetta. En sko af hverju er vinstir svona vont nafn sér? Nei, ég bara segi svona, ég held að þetta hafi verið svona afgangsnafn og ég held aldrei að þetta héti Vor til vinstri og svo kom í ljós að Vor til vinstri var einhver nýr félagskapur sem var að fara að mynda bandalag og tengir þetta við þarna einn af 4 mögum
kýrinar laki vinstur vöng og kepp já, núna gerir ég það svo sannlega nei, ég er vinstri er bara fínt nafn sko, segir mér samt ekkert rosalega mikið, þetta er náttúrulega eitthvað svona placeholder, það er verið að vorum við viðtal við Rósu Björk nýjan formann VG í síðasta blaði heimildarinnar, þar sem hún var að gefa því undir fótinn að þetta gengi vel í borginni, að þá geti þetta verið svona nýja mótilið fyrir vinstri á Íslandi. Já, geti verið, eitthvað svona grunnur af því. Svo áttar maður sig pínu lítið illa á því, ég verð bara viðurkenna það, ég áttar mér svolítið illa á því hvað þetta fyrirbæri vor til vinstri er svona annað en bara sanna og ég held að sé bara sanna og vinnirina sem að fylgdu þetta er í rauninni bara, já þú veist einhverju nokkrir sem fylgdu henni úr sósíalistaflokknum sem að einhver hluta vegna vilja ekki ganga í VG nema að þá kannski fái nýtt nafn sko, þú veist þetta snýst í rauninni bara það en þeim gengur ágætlega þeim gengur ágætlega vel og mér finnst mjög fyndið að við erum búin að vera að hlusta á sko, svona greinendur eins og við erum svo sem núna tala alltaf þessa hægri bylgju og sá sem var alltaf kann maður segja duglegastur að móka kóluna þeim vagni gerist síðan bara aðstofamaður formans í einum af þessum hægri flokkum eftir síðustu þingkostningar sko, og við höfum verið að sjá þetta aðeins í umræðinu að það sé svona hægri bylgja og hægri sveifla og Einar talar að leita til hægri og Hildur er að tala að hægri sé sterkt og þurfi borgarlegu öfl og miðflokkurinn alltaf þú veist þvílík breyting að fara úr því að vera fyrir utan borgarstjórn og mælast með 2 eða 3 fulltrúa, það er alveg rétt sko en svo kemur vinstri bara einhvern veginn og skákar þessu öllu og það er alltaf að verða til eitthvað rými á vinstrivægnum kannski ekki síst vegna þess að VG náttúrulega bara þurrkaðist út og hefur ekki fjármagn til þess að reka sig eins og hinnir flokkarnir, sósíalistaflokkurinn sprakk bara að innan einhvern veginn, það var ekkert utanaðkomandi sem að hafi þau áhrif þannig að það er eitthvað svona rými fyrir vinstri og það virðist í borginni allavega vera stemming fyrir því mögulega ef við bara svona hendum óábyrgt fram, það af því að við erum með sko Viðreisn og Samfylkingu og Sjálfstæðisflokk og einhverju liti Framsóknarflokk í borginni sem að gæti alltaf eins verið sami flokkurinn. Já. En svo þá segir nú samt á móti, ég menna ef við horfum bara síðust kosningar þá, ég menna þá fengur sósíalistar 2 menn kjörna og VG fékk 1. Þannig að þetta er eiginlega sami. Og Píratar fengur hvað 2? Já. Nú eru Píratar hvað ekki meðlast með 1 og vinstri með kannski 3. En þú veist, þetta stefnir samt bara í að vera svipað og síðast sko. En Samfylkingin er að mælast líka með meira fylgi heldur en í síðustu kosningum og þetta er svona ef við skoðum þetta allt undir í þessu ef við skoðum þetta út frá landsmálunum sko þessi ríkisstjórn sem fór af stað með miklum gassagangi og miklum stuðningi það er með sleggjur bara í báðum höndum með sleggjur og kannski notuðu bara svo með kosningarlofvörð og menn er að nota núna í borginni bara breytum og þetta virkar allavega virkaði hjá þeim en eru þau einhvern veginn búin að missa taktinn og eru þau að missa gleðina bara ríkisstjórnin já ég veit það svo sem ekki mér einhvern veginn líður eins og þetta malli nú bara svona sæmilega áfram þau hafa þetta verið í verið svona að díla við alls konar hluti sem tengjast flokki fólksins á kjörtímabilinu og kannski alveg fyrir sig að það haldi eitthvað aðeins áfram en sko nú erum við náttúrulega að sigla bara inn í svolítið skrítið tímabil sem er þetta þjóðaratkvæðagreiðslu tímabil og með SB þar sem að umræðan mun svolítið snúast það athyglin mun svolítið hjá ríkisstjórnarflokkur eða Viðreisn og Samfylkingu sérstaklega mun svolítið fara á þetta núna næsta hálfa pluss árið sko var það góð taktík var þetta hugsað sem taktík þetta einhvern veginn til þess að fara með umræðuna annað en til dæmis bara á þau vandamál sem blasa við það held ég ekki eða þú veist, ég held bara að Viðreisn ekki síst hafi séð þarna tækifæri til þess að fá niðurstöðu sem þeim hugnast í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að það var rétt metið er ég svo ekki endilega vissum
Og heldur að Viðreisn sé að gjalda fyrir það einhverju leyti miðað við það allavega að þau eru ekkert einhvern veginn að skora í skoðanakönnunum? Nei, ég er ekki endilega vissum að það sé ástæðan akkurat núna en þú veist, það er alveg forvitnilegt að sjá hvað gerist eftir þessa atkvæðagreiðslu. Ég tala nú ekki ef niðurstaðan verður að við eigum ekki að fara í viðræður. Hvaða áhrif það hefur þá á fylgi flokkana, því þá fyrst verður pólitíkin svolítið áhugaverð sko. Því þá þurfa þessi flokkar bara að fara að snúa sér að öðrum hlutum. Það yrði rosalega áfall fyrir þessa ríkisstjórn og kannski ekki síst Viðreisn. Já, ég held að það er aðalega áfall fyrir Viðreisn ef að það verður ekki já í þessari atkvæðagreiðslu. Hvað á flokkurinn þá eftir? Þetta var klofningur út úr sjálfstæðisflokki Evrópumál og við sjáum að sko útlendingamálin og Viðreisn hefur tekið bara upp útlendingastefnu sjálfstæðisflokksins að mjög stóru leyti. Þau hafa tekið upp eða haft þessa stefnu sem að Daði Már er að keyra mjög grimmt á að ná fjárlögunum í balans. Það er bara sjálfstæðisflokkurinn væri mjög stoltur af þeim árangri ef að þeir hefðu náð því. Þannig að svona ég veit eiginlega ekki hvað stendur eftir sem að aðgreini Viðreisn frá hinum flokkunum ef að Evrópusambandsmálin detta út sko. Og ef að það kemur nei þá er þessi umræða frá í mörg ár. Þú veist, það verður ekkit tekið upp eitthvað 2 árum seinna, það verður ekki farið í sko næstu þingkosningar með það einhvern veginn að við ætlum að fara í aðalviðræður. Sko þetta er miklu stærri kosning heldur hún kannski stemdi að vera af því að þetta er alveg sett fram og þú veist, við viljum bara heyra og segið ekki bara já og við tjekkum á þessu og svo eru þjóðaratkvæðagreiðslur aðrar niðurstöðuna og nú er þetta orðið miklu meira mál og þú hefur verið að skrifa hérna greinar í heimildina einmitt sko hvað vitum við, hversu vel erum við upplýst og hvað þetta þýðir Súmmur aðeins fyrir okkur bara hver er staðan af þessu gagnvart samfélaginu? Sko, gagnvart samfélaginu, já, sko staðreyndirnar eru þær að við erum með virka umsókn og við getum tekið upp aðildarviðræður að nýju. Það eru samningsaðilar eru sammála það. Það á eftir að opna alla kaflana upp og nýtt. Þú veist, þessi stóru kaflar sjávarútveg og landbúnað, það var ekki búið að fara í viðræðunum sem við fórum í og þeir kaflar sem var búið að loka, þeir verða óumflýjanlega teknir upp að nýju. Hversu mikil vinna sem er eftir sko. Það er vel verið að setja að loka sumum þeirra strax sko. Já, algjörlega, en þú veist, þetta verður kíkt í þennan pakka, það verður skoða hvað hefur breyst bæði bara í regluverki Evrópusambandsins aðstæðum, þú veist, Ísland er ekki sama sko, efnaður Íslands er ekki eins og hann var þá, afstæða þjóðurinnar til ýmsa mála er ekki eins og hann var þá og Evrópusambandið er alls ekki eins og Evrópusambandið hefur tekið sko stórkostlegum breytingu síðan þá. En bara með þessa stóru kafla eins og talar þetta eru stóru hagsmunir fyrir þessar atvinnugreinar sko upplifiði að einstaklingurinn hafi áhyggjur eða eru það þeir sem eru bara djúpt á kafi inn í þessum hagsmunum sem að nötra? Ég held að fólk alveg sveiflist til sko. Þeir sem eru ekki svona djúpt í þessum pælingum alla daga, þeir náttúrulega heyra eitthvað málsmitandi fólk segja eitthvað og tökur bara mark á því og svo kemur einhver annar sem er líka málsmitandi sem að segja eitthvað allt annað. En sko eins og sjávarútvegurinn sem er kannski svona helsta atriði þegar kemur að þessum aðalviðræðum hefur tekið sko stórkostlegum breytingum eins og allt annað á þessum tíma. Nú erum öll sjávarútvegsfyrirtæki sem að gera upp í evrum eða öðrum gjaldmiðli heldur en krónunni. Við erum með, þú veist, dæmi það núna að það sé hægt að ganga út úr Evrópusambandinu. Það deilir enginn það lengur hvort það sé hægt að fara út úr Evrópusambandinu og svona, hvað maður segja, tækifærin sem að einstaklingar sem að eiga þessi fyrirtæki sjá eru önnur. Þeir hafa líka verið mjög duglegir við að fjárfesta í Evrópu. Við veiðum, íslenskir aðilar, ekki ég og Stígur, veiðum rosalega mikið af fiski innan
Evrópulögsögunar. Þú veist, við eigum hellings Evrópusambandskvóta og þetta alveg svona, hvað maður segja, önnur mynd heldur var þá og það sem að svona örlítið komist finnst mér í þessari umræðu að vera að tala að við missum sko yfirráð yfir þessu og útlendingarnir komið hérna og veiða fiskinn, það gerist bara ef að þessir aðilar sem að eru með samtök sem að berjast núna bara af hörku gegn því að við förum í Evrópusambandið ákveða að kassa út og selja eignirnar. Það eru eigendur þessara fyrirtæki sem eru í þeirri stöðu að geta selt bara hluti sína til útlanda nema að verði samið eitthvað annað, eitthvað takmarkanir og eitthvað sem þrátt fyrir umræðuna raunverulega hægt að gera. Það alveg mörg dæmi það að sér lausnir varanlegar. Já, en í þessari umræðu þá mjög auðvelt að skapa ótta og að þú hræðist einhvern vondan aðila eða þá bara íslenskan aðila sem að á allt hér tekur allt til sín og þú ert skilin eftir. Þessi umræða, þetta orðið alltaf pólun að ótti á báða bógar. Já, alveg viðbúið að það muni bara aukast sko, eða þú veist, tilraunir að minnsta kosti til þess að skauta umræðuna verði alltaf meiri og meiri núna fram að sumarlokum sko. Bara eftir því sem að þú veist þessar blokkir fara dýpra á stað í sína kosningabaráttu og verja í hana meiri peningum fyrir utan sko möguleg áhrif eitthvað staðar utan úr heimi sem að við náttúrulega líklega eftir að þurfa að díla við líka og þá bara já þú veist og þetta getur alveg verið vont sko þú veist við og það hlutverk fjölmiðla að reyna að bara halda þessari umræðu svolítið svona jarðtengdri. Hvernig best að gera þetta? Af því að þetta eru sko stóra spurningaþornur. Já, ég veit það og ég ætla nú ekki að stela ykkur úr veg. Ég hef líka hugsað það sko, hvernig best að Stígur útskýra þetta að skýra þetta sko, vegna þess að við þurfum eiginlega að teygja okkur í hagsmuni allra. Allt frá bara ungu fólki sem vil mennta sig erlendis og yfir í stóru atvinnu starfsemina og mann finnst eins og þingmenn séu kannski ekki svo frábærir í því en þeir eru alltaf að selja okkur þessa vegferð frekar en þessa hvernig sko, við hvað eigum við að miða í þessar umræðu? 10 einstak þetta bara ágislega flókið af því að svo líka þú veist, jafnvel þótt að það sé verið að reyna að sko byggja umræðunni kringum sérfræðinga sem að eiga að vera óvilhallir og byggja sína málflutningu allan og bara staðreyndum þá verður líka reynt að gera þá tortryggjulega það verður alltaf þannig, það óhjákvæmilegt og hvora niðurstöðuna sem þeir aðhyllast eða jafnvel eða þeir aðhyllast enga niðurstöðu heldur eru bara að reyna að uppfræða þá verður farið að benda á einhver tengsla þessi, hann hefur nú einhvern tímann komið til Evrópu og þú veist og inni með þessum og skrifa þetta og eitthvað svona og þú nefndi það til dæmis þú fórst að rifja upp í heimildinni að Sigmund Davíð og síðan Bjarni Ben og þegar að Bjarni Ben og Illugi Gunnars vildu evrun á einhverju tíma en sko Guðrún Hafsteins vildi líka þegar hann var í sínu fyrra hluturki samtökum iðnaðarins en sko ekki eðlilegt að við förum hægt að nota það gegn manni að maður hafi 2013 verið á móti einhverju en sé einhvern veginn hafi aðalst eitthvað annað með bara hvernig heimurinn hefur þróast og þróskast. Nei, ég held að það sé mjög erfitt að halda því sko einhvern veginn gegn fólki. Það sem að skiptir samt líka máli held ég sko hversu afgerandi eða svona hver nálgun viðkomandi var bæði á þeim tíma og núna. Þú veist, við sjáum það alveg að sko framsóknarflokkur Sigmundar Davíðs þegar hann leiðir flokkinu fyrsta sinn sem formaður var Evrópusinnaður flokkur og var með kröfur að hér nú farið í
sko aðaldaviðræður og hér haldið til einhvers konar stjórnlagaþings þar sem hægt að skrifa nýja stjórnarskrá og eitthvað. En sko miðflokkur Sigmundar Davíðs bara að tala þannig að þetta sé bara hafi aldrei verið góð hugmynd, þetta sé allt ömurlegt, Evrópa sé hreinlega að brenna. Og ég held að þessi málflutningur sé ekki til þess fallin að ná einhverju svona, hvað maður að segja, mikilli almennri útbreiðslu. Þetta herðir tiltekna hópa sem á ákveðinni skoðun og bara gott fyrir þá sem að vilja gera það, en þeimun meira sem við færum þessa umræðu út úr þinginu, held ég, þeimun líklega að hún geti verið jarðtengd og geti verið á forsendum ólíkra hagsmuna. Ég held að sko ef að verkalýðshreyfingin myndi taka sér til og bara skoða grundigt hvaða áhrif hefði þetta fyrir okkar félagsfólk, ef að Efling myndi skoða það, ef að BSRB myndi skoða það, ef við sjáum bara sko alls konar áhugafélög og En það ekki svo sko hagsmunafélög sem eru ekki þarna bara, hvað segja stangveðmenn? Eru þeir til að kíkja á þetta? En þarna komum við akkurat að því sko að inn í einum hópi, inn í verkalýðshreyfingunni sem bara stéttafélag, snýrst vinnuna þína, en svo einhverju aðrir hagsmunir sem eru bara samfélagið þitt eða þú sem einstaklingur eða fjölskylda þín. Akkurat, þess að segja sko, við þurfum að fara með þetta inn í sko samtök og hópa sem að almennt væru ekki að velta þessu fyrir sig. Og við erum ekkert endilega að tala að þeir þurfa að komast að einhverju eindreginni niðurstöðum það hvort við eigum að fara inn. Þetta bara að leggja það á borðið. Ef við ákveðum að gera þetta, þá gæti þetta orðið niðurstöðan. Já. Gjörðu svo vel, gerðu við það sem þú vilt sko. Kannski þurfum við einhvern veginn meira hlaðborð, við þurfum einhvern tölvuleik eða eitthvað svona sem að er svona myndrænt. Já, eitthvað svona gamification. Þá ertu sigurvegari. En svo reyndar annað, ég held að það sé ágætis punktu sem að Stígur voru nefna áðan sko. Við getum fengið alla sérfræðinga heimsins til að segja okkur sko allar staðreyndir sem hægt að draga fram og þar geta verið hárnákvæmar hægt að sko, staðfestaðar með öllum mögulegum leiðum en svo eru líka bara tilfinningar þú veist, það er bara það að vera hluti af einhverju þjóð er mjög tilfinningalegt mál og erum að fyrir hinn almenna Íslending skiptir í sjálfu sér engu praktísku máli hver á sjávarútvegsfyrirtækin sem að veiða íslenskan fisk eða hvers lenskur bóndin eða hvort að noti evrópska dráttarvél eða ameríska en ég held að flestir hafi eitthvað svona kannski að eitthvað leiti óútskýrða tilfinningalega afstöðu gagnvart öllum þessum hlutum og þá er engin sérfræðingur sem útskýrir fyrir þér hvernig hlutinir eru það er bara eitthvað sem þú þarft að finna innra með þér hvort er tilbúin að Ég hafði einhvern tilfinningun að það væri sko góður meirihluti þjóðarinnar sem myndi segja já og svo væri þetta svona meira 50-50 en mér finnst eins og það sé einhvern veginn að þetta sé að verða tæpara. Mér finnst það líka já. Og mér fannst þetta alltaf pínulítið bratt hjá þeim að halda að þau voru náttúrulega veðja á það að einhvern veginn ástand heimsmála væri svo viðkvæmt að fólk bara þyrði ekki annað en að láta reyna á þetta við hlutum að vilja allavega prófa að halla hausnum aðeins meiri átt að Evrópu af því að allir annar staðar væru bara orðnir kúkú sko. Svo hefur það bara aðeins svona að einhverju leiti róast þá meina ég, þú veist þessi umræða að það eigi að taka við Grænland hefur svolítið dáið út þú veist, það er vissulega stríð í Íran hann hefur ekki alveg tíma fyrir Grænland núna nei, en þú veist þetta blossaði náttúrulega upp í kringum það bara, þú veist, nú, við þurfum að gera eitthvað þú veist, það gæti bara verið að við verum komin hérna með bandaríska hermenn í bakarinn hjá okkur eftir, sem við erum reynda nú þegar með okkur minnst en þú veist en ekki ógnandi kannski. Nei, ekki ógnandi en þú veist og þá stukkuðu tækifærið ok, gerum þetta bara núna klárum þess að þingsályktun til og höfum þess að kosningar í haust það eru ekki allir en við hljótum að fá þetta í gegn þá og þú veist þarna held ég að þau bara aðeins ofmeti það hvað þessi umræða yrði lifandi lengi sko en þið finnið það sko við
það hægt að keyra okkur upp í einhver hjartansmál eins og Snorri Másson regnbogafána eða átök milli Höllu Gunnars og Sólveig og Önnu og allt í henni fer einhvern veginn alltaf á yfirsnúning út af þessu. Þú nefndir einmitt með orð Trump varandi Grænland, svo dettur það bara niður og það liggur að við séum hægt að greina á milli sko hver eru raunverulega stórumálin og svona til langframa og þá hugsa maður sko eru stjórnmálamenn ofta veðja á þessi skyndimál algjörlega af því að það þú veist mikill og svona sterkur tendens ef við sletti hjá stjórnmálumönnum að hugsa í kjörtímabilum kjörtímabil bara 4 ár og þú ert ekki með raunverulega langtíma hagsmuni eða langtíma sín sko til 4 ára þú ert að hugsa miklu lengra og það sem hefur gerst í öllu upplýsingaflæði sem í gangi núna að við erum hægt og rólega búin að tapa svona þessum sameiginlegu staðrendum sem við gátum angrað okkur í allri umræðu þú veist, að því vorum að tala um Evrópusambandið áðan að þá allt í einu sko meira að segja landskjörstjórn orðin efins það að við höfum sameiginlega skilning á því hvort að við eigum aðildarumsókn að Evrópusambandinu eða ekki jafnvel þó að Evrópusambandið segi já, þið erum með umsókn hérna sem við álítum í gildi og utanríkisráðuneytið segir já, við þú veist, það umsókn í gangi og skoðar þingskjöl og bara hefur aldrei verið samþykkt að draga þessa ákvörðun þingsins tilbaka og svona en upplýsingaóreiðan orðin svo mikil að meiri sé að sko landskjörstjórn sem ætti að vera rosalega ábyrgt og íhaldsamt apparat einhvern veginn farin að segja bara við höfum engan sameiginlega skilning lengur við getum ekki eins og spurt þjóðuna já eða nei spurningar þau kom ekki með tillögu, þau gerðu þess aðtöða sem þau kom ekki með tillögu sem var til þess að róta dálítið í þjóðinni Já, ég að stuðla bara að áframhaldandi upplýsingaóreiðu þegar við erum einhvern veginn getum ekki eins og tekið afstöðu til þess sem að kjörstjórnin vill þá að við gerum í staðinn sko. Á þess að hafa eitthvað sérstaklega skoðun á því hvernig eigi að orða spurninguna þá þetta held ég bara príma dæmi okkar heima tilbúnu upplýsingaóreiðu og hvað þá eins og Stígur nefna sko þegar kom einhver erlend öfl og ætla að fara að rugla í okkur eins og virðist vera mjög auðvelt að gera eins og dæmi sanna í gegnum samfélagsmiðla að þá veit ég ekki alveg hvað vonum við eigum sko. Þetta nú, og þarna kemur akkurat af fjölmiðlunum að menn stefnaði að setja út bestu upplýsingar í stórum málum og sérstaklega eins og við erum að tala fyrir kosningar og Evrópusamband og annað en það síðan bara tætt í gegnum allt einhvern veginn finnst ykkur upplýðið aldrei þetta vonlausa verkefni að koma þessu eða bara nóg já við erum búin að leggja þetta fram að minnstakosti hver og einn verður bara að taka þú veist, nóg ekki nóg þú veist, nei, auðvitað það ekki nóg þú veist, það væri svo auðvelt að segja bara, þú veist, við erum búin að matræða þetta hérna eins og við best gátum og ef að þið eru ekki til í að kynna ykkur þetta og taka á móti þessu þá er það ykkar vandamál, en þú veist það er smá uppgjöf í því sko og við þurfum líka bara að feysa það að þú veist, fjölmiðla notkun almennings, sérstaklega ungs fólks hefur breyst alveg gríðarlega mikið og það að ætla að búa til einhverja upplýsingasíðu og einhverju mjög tyrnu máli það er bara drjúgur hluti þjóðarinnar aldrei að fara að skoða hana það er aldrei að fara að lesa hana og jafnvel þóttu myndu opna hana þá myndu hann bara loka hana eftir 3 mínútur og segja ég nennis ekki sko. En þessna að þetta trikkið hjá stjórnmálamönnum að þú ferð inn á þetta span þú kemur með eitthvað eitt statement þyrlar upp og þá situr fjölmiðlinn eftir með eigum við bara að gera þetta líka eigum við bara að segja hérna vera með allt í fyrirsögnum Já, þetta er alveg flókið og ég meina að þú veist fjölmiðlar hafa verið, þú veist, RÚV þeirra á meðal og fleiri, þú veist, að fikra sig inn á svona samfélagsmiðla lendur með því að gera aðgengilegra efni á svona auðskiljanlegra máli og þú veist afsakið orðbræðið dumb it down aðeins af því það bara þarf að gera það stundum það er ekki hægt að nota sérfræðingamáli það er ekki hægt að tala alltaf í rosalega löngum máli og
Við á heimildinni erum þetta mjög mikið í því að tala löngum áli en þú veist og þetta er línudans sko, af því að þú veist, þú getur ekki ákveðna hluti getur ekki soðið niður í einfalt upplegg sko. Nei, en á móti kemur þá að þú ert með stóran hluta þjóðurinn sem að fær aldrei upplýsingarnar. Þannig að hann verður eiginlega að taka það miða við það að við erum með sveitarstjórnarkosningar og við erum með risamál og svo erum við með minnimál og svo erum við bara að díla við okkar eigin mál. En maður setur sér bara í spor einstaklings. Hvernig getur hann tekið utan allt þetta og hvernig getur við ætlast til þess að hann viti þetta allt upp á hár og mæti með rökfestu og kjörstað og segir, þú veist, eftir ítarlega greiningu hef ég ákveðið það sé orðin hef krafa til fólks alveg í þessum ESB-kostningum eins og öllum öðrum kostningum það er enginn að fara að mæta á kjörstað enginn þeir eru ekki margir sem mæta á kjörstað og rosalega upplýstir um allt það sem mögulega getur skipt á máli sko. Það er ekki þannig og það verður aldrei þannig og það er allt í lagi þú mátt alveg neita þíns lýðræðislega réttar þótt þú veitir jafnvel bara mjög lítið sko. Sem betur fer það þannig að maður má annars get ég ekki greið en enga síður það þannig að þið finnið sjaldan fólk sem að segir ég hef ekki skoðan á þessu vegna þess að við erum búin að búa til þetta ég verð að vera með þessu eða með þessu það líkur við að mesta sjálfstrausti félist í því að segja vistu að ég bara veit það ekki en það eru mjög fáir sem eru þar Ég setti mér áramótaheit fyrir nokkrum árum að hafa færri skoðanir og ég hef endurnýjað það áramótaheit á hverju ári núna í nokkur ár og líf mitt hefur orðið bara mælanlega betra og hætta að ég lokkaði út af Facebook ég heiti því ekki en bara aftur, þetta er miklu betra Það er mjög fínt að vinna í fjölmiðlum með þetta motto því að það er svo svona helst mátt ekki tafa miklu skoðanir og það hefur afsökum fyrir að hafa það ekki Akkurat, það er mjög fínt sko en ég reyndar sko, ég held að við séum algjörlega að ofmeta áhugaleysi fólks og getur fólks til að fara á dýptina það er sko ég er að reyna að rifja það upp að því ég skrifaði ekki hjá mér sko ég held að sé Bretlandi frekar en Bandaríkjunum þar sem að fólk hlustar á hljóðefni ekki tónlist, bara spoken word hljóðefni í alltaf 4 klukkustundir á dag við erum að sko hlaðvörp eins og við erum að tala í núna eru 1 og 2 og 3 klukkustundir og fólk að fara í gegnum þetta allt saman sko það er lestratölur sem að þegar ég var í Kveik á RÚV gat séð og núna á heimildinni að þá er ekki fylgni á milli þess sko hversu langar textafærslunar eða vefklippunar eru og hversu fólk les mikið og er lengi inn í færslunum það er miklu frekar sko hversu góður textin ef að hver setning heldur þér og það er engu bætt við sem að á ekki heima þar þá hefur fólk athyglisbann en það krefst þess náttúrulega að textin sé vandaður að framleiðslan sé sko bara vel gerð og það kostar peninga og þar erum við farin að hlusta á einhverja sérfræðinga í auglýsingabransanum sem segja bara við þurfum bara klikk, við þurfum bara að 15 sekúnda TikTok-vídeó og þegar fólk hefur ekki athyglisbann meira. Ég bara hef meiri trú á fólki heldur en sko, ég er nefnilega sammálaður og við sjáum það bara hvernig sko hlaðvarp brottuðu upp og þetta hljóðefni meiri segja sko útvarpi sem að menn held að væri einhvern veginn deyjandi miðill að það er ennþá alveg gríðarlega öflugt og sterkt og það að fólk hafi þennan klukkutíma þegar það er annarkvæmt að ferðast á millið í göngutúrum eða rektinni eða eitthvað slíkt. Við höfum alls ekki lesa umferðarhnútinn, þá hrynur hlaðvarpshlustun. Nei, það er nákvæmlega þannig að við erum á móti borgarlínu. Fækka akreinum ekki borgarlínu. En ég er alveg samanlega og við megum ekki gera lítið á fólki. Það sem ég kannski fyrst og fremst tala með, þetta er svo margt sem við gerum kröfu til þeirra að setja sig inn í og skilja Já, ég held að við þurfum bara að taka möndurina bara þú ert nóg sko. Bara það sem þú hefur skoðun og það er bara nóg, þú þarf ekki að hafa skoðun á fleiri ekki stressa þig á já eða nei þetta fer eins og það fer farðu bara, taktu tilfinningun á kjörstað og og ef þú hefur tíma að setja inn í þá bara gera það en þú ert svo mikill spámaður ég ætla að fá þig til að spá fyrir niðurstöðuna í
borgin. Já, ég var nú búin að skrifa það niður. Já, ég veit það, svo saman. Nei, en auðvitað margt eftir. Þú veist, við erum að fara að stað bara á mánudaginn með svona oddvitaspjalla sem vera 2 og 2 og einhverjum tilökum 3 oddvitar sem við erum að fara á dýftina, 45 okay. Klukktíma með hverjum. Já. Þú veist, svo erum við með kappræður 12. maí. Þau eru með kappræður, síni með kappræður og annað. Sko, það er svo mikið sem áttur að koma fram. Já. Svo mikið einmitt eftir að koma í ljós sko, hvaða oddviti, hvaða leiðtogi nær einhvern veginn til fólks á svona jafningalefili. Bara ég til að treysta þér fyrir þessu. Þú ert kannski að segja svipaða hluti og þessi hér en ég held að þú geti gert þetta. Ég held að það skiptir miklu máli. En ég er með spá. Ég var með sér búin að rekna það niður á fulltrúa hvað Sjálfstæðisflokkurinn verður stærstur. Okay. 26%, 25%. 7 þingmenn 6 Já. Samfylkingin 22% með 5 Vinstri held ég að verði 14% með 3 Viðreist 13-14% líka með 3 Miðflokkurinn 9% með 2 Framsókn 4% með 1 Píratar 4 með 1 Flokkur fólksins svona eitthvað staðar á bilinu 3-4, 3,5% sem þýðir að þeir ná inn Sósíalistar gætu slefað inn hérna, rétt undir 3% Rest Sorry, hvernig varstu með undan Flokkur fólksins? Já, Flokkur fólksins, já. Náðu einum? Ég held það. Þá fyrir það yfir 4, sko? Nei. Jú, ekki? Nei, þú þarft svo lítið. Segðu mér eitt. Sko, er meirihlutinn núverandi heldur hann með þessu? Nei. Hann fellur. Sko, miðað við þetta þá erum við að hugsa já, ég veit miðað við þetta þá sko þá gæti Framsókn Miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn mótað eða mynda nýjan meirihluta sem virðist vera svona mest stemning fyrir þau eru til í þetta já. Ég held að þau séu nú með eitthvað svona óformlegt kosningabandara, það virðist vera þegar maður sér til þeirra það allavega svona þau hugsa allavega hvert til annars maður myndi að halda, þú veist, fyrirfram að það væri ætti að vera lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins það er allavega mjög langt á milli Viðreisnar og Miðflokksins í landsmálunum það er kannski styttra á milli í borgarmálunum og kannski auðveldar að setja sjónarmið þar Já, en ég reyndar heyrði frásagnir af því að fólk sem að Björg var að hringja í prófkjörsbaratunni var að krefja henni það hvort að hún ætlaði sér í samstarfi með Miðflokki og hún sagði nei en það er þú veist, maður og mann símtölum í prófkjör maður veit ekki hvernig það endist Ég held að öllu falli sé sko Viðreisn mjög líklega alltaf að fara að vera í mjög sterkri stöðu eiginlega sama hvernig fer þú veist verður í þessari Framsóknarflokk stöðu bara að því að Framsókn verður sennilega ekki nógu stór til þess að vera í þeirri stöðu og hún var nú aðstofamaður Einars þannig að hún svona veit kannski hvað það var sem að gekk ekki upp sem að Já, en hvað skilabúður það til Framsóknarflokksins að aðstofamaður borgarstjóra Framsóknarflokksins segir bara, nei, ég ætla bara að fara annað Það segir okkur það að aðstofamenn koma inn sem aðstofamenn en ekki endilega sem flokksmenn þannig að þetta var nú kannski persónulegt bara upp á tengsl við Einar en ekki við flokkinsins líkan sko. Já Ég ætla að fá að þakka fyrir ég ætla að það er gaman að vera með ykkur þessi spá, hún verður hend upp á þig já. og þú verður hlaðinn velunum verður ekki kostningavaka hérna í beinni á Spotify við skellum í eina svoleiðis skoða það Takk fyrir mig Takk fyrir gaman að vera með ykkur